En Kastljós hefur í tæpa 2 mánuði fylgst með störfum fíkniefnadeildar lögreglunnar sem hefur stöðvað fjölmargar umfangsmiklar kannabisræktanir að undanförnu. Gríðarlega aukningu í þessum málum á rekja að stórum hluta til efnahagsástandsins og gjaldeyrishaftana. Fjölmargir ræktendur hafa komið sér upp fullkomnum búnaði og oft eru þessar ræktanir faldar fyrir lögreglu með ótrúlegum hætti og mikilli fyrirhöfn. Og Sigmar og Gaukur taka nú við. Klukkan 10 þriðjudagskvöldið 3. febrúar. 2 lögreglumenn úr fíkniefnadeildinni vakta húsnæði við Krókháls í Reykjavík en grunur leikur á að þar innandyra sé verið að rækta kannabisplöntur. Þegar hér komið við sögu hefur lögreglan fylgst með húsnæðin í vel á annan sólarhring. Á þeim tíma hefur lögreglan einu sinni séð mann fara inn í húsnæðið en ákveðið var að bíða með að ráðast til atlögu því lögreglan vildi afla sér frekari upplýsinga fyrst. Engar frekari mannaferðir eru við húsið þetta kvöld en það dregur hins vegar til tíðinda í Hafnarfirði seinna kvöldið. Þar stöðvaði lögreglan kannabisræktun í iðnaðarhúsnæði. Segja má að lögreglan hafi runnið á lyktina í þessu tilviki því daginn áður höfðu lögreglumenn fundið megna kannabislykt í hverfinu á meðan þeir sinntu almennum lögreglustörfum. Þeir létu fíkniefnadeildina vita sem staðsetti ræktunina og vaktaði húsnæði þar til 2 menn létu sjá sig. Mennirnir voru handteknir á staðnum. Í iðnaðarhúsnæðinu voru 108 plöntur í fullum blóma á lokastigi ræktunar. Ekki þarf mikið pláss í svona ræktun, þessar 108 plöntur voru í 20 til 30 fermetra rými. Eftir að lögreglan hafði skorið niður plönturnar og vigtað, kom í ljós að þessi uppskera hefði gefið af sér rúmlega 3 kíló í sölu sem 10 milljónir króna á götunni. Og þar sem svona ræktun getur gefið af sér 4 uppskerur á ári, ljóst að götuverðmæti efnana í þessu húsnæði ríflega 40 milljónir króna á ári. Daginn eftir 4. febrúar svo látið til skarar skríða á Krókhálsinum. Þar 1 maður handtekinn þegar lögregla telur sig hafa nægar upplýsingar að þar sé verið að rækta kannabisefni. Og þessi ræktun margt sérstök vegna þess hve óvenjulega hún falin í stóru iðnaðarhúsnæði. Húsnæðið að mestu leyti tómt, en hér var áður bílaverkstæði til húsa. Sá sem sá ræktunina hafði þann háttinn á að ganga inn í húsið að vestanverðu, sennilega til að draga athyglina frá miðhluta hússins. Enda kemur í ljós þegar inn komið að vestanverðu, að ekkert bendir til þess að eitthvað óvenjulegt sé í gangi. Inn í horninu hins vegar lítið op og þaðan gengið inn í miðhlutan. Þar þröngur gangur sem leiður okkur hálfhring í kringum nokkurs konar hús í húsinu. Og inn í þessu vel lokaða rými sem var byggt úr rakaheldum gifsplötum til að halda inn í raka, hita og ljósi var nokkuð umfangsmikil ræktun í gangi. 213 plöntur á hinum ýmsu stigum ræktunar voru undir lömpunum en þarna var pláss fyrir 480 plöntur í það heila. Þarna voru nokkur afbrigði plöntunar og lögreglan áætlar að 40.000 neysluskammta megi rækta í húsnæðinu á ári hverju miðað við full afköst. Götuverðmætið þá 140 milljónir á ári. Svokallaða vatnsræktun var að ræða en þá plöntunum komið fyrir í plaströrum og vatnsrennsli í gegnum þau stöðugt. Áburði reglulega blandað í vatnið og lamparnir sem gefa plöntunum ljós og hita með sjálfvirkum tímarófa. Þegar plöntunar á lokastigi ræktunar kveikt á lömpunum í hálfan sólarhring og slökkt í hálfan. Þessi fullkomni ljósa- og vökunarbúnaður gerir það að verkum að þeir sem sjá ræktunina þurfa ekki að mæta á staðinn nema á nokkura daga fresti. Það þýðir svo aftur minni áhætta fyrir þá. Lögreglan segir að algjör sprenging hafi orðið í ræktunarmálum hérlendis. Jú, þetta algjör sprenging. Ég held til dæmis eins og núna á þessum loka dögum marsmánaðar við komnir með hátt í 5.000 plöntur, sem í 4.800. Þessi tala að breytast á hverjum einasta degi. Við erum nánast að taka einhverja ræktanir þó að sé kannski mismunandi stærð oft í viku. Og það segir manni að það greinilega mjög margir sem
ætla sér að græðast mikið á þessum viðskiptum og náttúrulega líka að það virðist vera talsvert mikill og stór neytendahópur því að einhvers staðar ætla menn nú að selja þetta. Þetta hafi talsvert komið í staði fyrir ýmis önnur fíkniefni. Þetta virðist vera held ég svolítið mikið ráðandi. Hérna í svolítið langt skeið hefur amfetamín verið eiginlega lang umfangsmesta og stærsta fíkniefni á Íslandi. Ég hugsa að maríjúana sé orðið miklu sterkara eða sé búið að vera það núna svona síðustu mánuðum. Betra það sé mikið af maríjúana heldur en amfetamín og kókaíni? Sko auðvitað það, ef maður bara heiðarlegur í að horfa á skaðsemisþáttinn, það hins vegar held ég ekkert launungarmál að fyrsta skrefið hjá fólki í þessu neysluferli hefur oft verið sagt maríjúana og síðan yfir í sterkara. Og það oft frekar kannski í yngri kantunum sem byrja neyslu á maríjúana heldur en að menn fari beint í svona sterkari efni. Þannig að ef við lítum á ef við viljum finna jákvæðan þátt inn í þessum fíkniefnaflóru eða þessum mögulegu fíkniefnum þá það. Það engin vafi í okkar huga. Þetta er ekki þessi sterku hættumestu fíkniefnin. Á því 1,5 mánaðar tímabili sem Kastljós fylgdist með fíkniefnalögreglunni stöðvaði hún ræktun á kannabisplöntum víðsvegar höfuðborgarsvæðið. Og því fer fjarri að þessar ræktanir séu bara í iðnaðarhverfum eða fáfarnari stöðum. Þann 7. febrúar fann lögreglan til að mynda ræktun í miðborg Reykjavíkur við aðalstrætið nánar tiltekið. Þar í kjallaranum var búið að koma fyrir lömpum og öllum græjum til ræktunar á 209 plöntum sem þar voru þegar lögregla kom að. Lögregla hefur grun að þarna hafi verið ræktað kannabis nokkurt skeið. Frá kannabisplöntum í fullum blóma leggur gríðarmikla lykt og í þessu tilviki hafði ræktandinn tengt sinn útblástur við loftræstikerfi hússins. Lyktin fór því í gegnum loftræstikerfið og út í andrúmsloftið á 5. hæð. Bankakreppan á sinn þátt í þeirri sprengingu sem orðið hefur í kannabisræktun hér á landi. Efnahagsástandið hefur mikil áhrif á neðanjarðarhagkerfi fíkniefnasalana, rétt eins og alla aðra. Með miklu falli krónunar varð sífellt dýrara fyrir íslenska fíkniefnasala að kaupa fíkniefni í útlöndum til að flytja til landsins. Þegar svo gjaldeyrishöft voru sett á, eftir að bankarnir hrundu, varð erfiðara fyrir fíkniefnasalan að nálgast gjaldeyri til að kaupa efnin í útlöndum. Og rétt eins og gerist í öðrum hagkerfum bregst neðanjarðarhagkerfi við þegar þrengir að. Innlend framleiðsla á fíkniefnum stendur skyndilega í áður óþekktum blóma. Á tæpum 4 mánuðum hefur lögregla lagt hald á 5.000 plöntur í á 3. tug ræktana sem margfalt meira en undanfarin ár. Götuverðmæti þess magns sem lögregla hefur haldlagt 350 milljónir króna gróft reiknað en grammið selt á 3.500 krónur. Og þar sem hægt að ná 3 til 4 uppskerum úr hverri ræktun á ári, má áætla að verðmæti fíkniefnana sem hægt að framleiða í þessum ræktunum sé á bilinu 1 til 1,5 milljarður króna. Í þessum útreikningum sem lögregla notar miðað við að 20 grömm fáist af hverri plöntu, líkt og lögreglan í nágrannalöndunum miðar við. Í sumum tilfellum magnið minna af hverri plöntu og stundum meira. Allt fer það eftir því hversu góðum tökum menn hafa náð á ræktuninni. Fyrir utan þessar 5.000 plöntur hefur svo lögregla haldlagt 20 kíló af þessu fíkniefni á árinu. Ljóst á öllu þessu að þetta gríðarmikil starfsemi sem veltir ótrúlegum fjárhæðum og hún oft vel skipulögð. Í mörgum tilvikum væru garðyrkjubændur mjög stoltir af þeim tækjabúnaði og þeirri uppsetningu sem margir af þessum einstaklingum hafa verið að gera. Þær eru reyndar mjög mismunandi að gæðum en það alveg greinilegt að menn eru að setja mjög mikla fjármuni í þessar ræktanir sem líka gefur manni náttúrulega vísbendingu það að gróðavonin mikil og menn eru að leggja sig verulega fram í því að vera með aðgerðir til þess að koma í veg fyrir það að lögregla verði var við að hvers konar starfsemi þarna í gangi. En að því þú ert að nefna að þið eruð að leggja áherslu á þá sem að
framleiða þetta og selja. Eru þetta skipulagðir hringir eða skipulagðir hópar? Eru þið búin að kortleggja þetta eitthvað? Jú, við erum aðeins komnir áfram í því. Það eru, við í sjálfu sér þegar við fórum af stað, þá vissum við ákveðin svona net sem voru í gangi, sem voru raunverulega frá þeim grunni að skipuleggja innbrot hjá garðyrkjubændum til þess að stela frá þeim gróðurhúsalömpunum og til þess að setja síðan í ræktarana hjá sér. Og síðan eftir því sem efni og aðstæður þeirra kannski löguðust, eða þeir auðguðust á þessari sölu, þá fóru þeir að geta keypt þessar muni alla saman sjálfur. En samt sem áður heldur áfram þessi innbrotin, en þetta eru nokkrir hópar sem að stunda þessu. Þannig að við sjáum ákveðin tengsl á milli ræktana og svo eru inn á milli svona einstaklingar sem að virðast allavega að við sjáum ekki betur en að séu bara svona einstæðingar sem eru með eina ræktun, en í flestum tilvikum virðast þetta vera einstaklingar sem tengjast fleiri.